10. liður fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2010 seinni umræða. Þessi liður var vísað til bæjarstjórnar til seinni umræðu frá bæjarráði þann 17. desember síðastliðinn og það er bæjarstjórn sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í gögnunum ykkar fylgdi yfirlit eða blað yfir þær breytingar sem að gerðar hafa verið á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar milli umræðna og í minni tölu þá mun ég byggja að mestu leyti á þessu yfirlit og fara yfir það, þó ekki frá tölu til tölu eða orði til orðs, en stikla á því sem mér finnst ástæða til að koma inn á í þessari stuttu ræðu. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2010 hér lögð fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Fyrri umræða fór fram þann 8. desember og milli umræðina hafa verið gerðar nokkrar breytingar á áætluninni, breytingar sem ég mun nú kynna. Í þeirri áætlun sem lögð var fram til fyrri umræðu var gert ráð fyrir 70 milljóna króna hagræðingarkröfu sem stefnt var að útfæra á milli umræðina. Jafnframt lágu fyrir óskir ýmissa aðila stuðning bæjarins við mikilvæg verkefni sem taka þurfti afstöðu til. Loks var alltaf gert ráð fyrir því að loka umræða framkvæmdaáætlun bæjarins færi fram á milli umræðna í bæjarstjórn og að hugsanlega yrðu gerðar breytingar á henni. Hvað aðalsjóð varðar gert ráð fyrir að tekjur hans standi í stað en að almenn rekstrarútgjöld aukist 44,5 milljónir króna. Þetta stafar af því að áðurnefndri hagræðingarkröfu skipt á milli aðalsjóðs og fasteigna Akureyrarbæjar. 25 milljónir hennar falla til og útfærðar í aðalsjóði. Auk þess gert ráð fyrir viðbótarútgjöldum að upphæð 3,5 milljónir króna til styrkja til sérstakra verkefna. Á móti þessum liðum hagrætt í aðalsjóði með ýmsum hætti og nemur upphæðin alls 29 milljónir króna. Fasteignir Akureyrarbæjar munu síðan draga úr útgjöldum 45 milljónir með því að draga úr viðhaldi. Við það lækkar jafnframt vaxtakostnaður fasteigna rúmar 2 milljónir króna. 3 bílar eru keyptir af eignasjóði til afnota fyrir skipulagsdeild og slökkvilið í stað bíla sem verið hafa í rekstrarleigu til þessa. Kostnaður við þetta 10,8 milljónir króna, auk þess vex kostnaður eignasjóðs tæpa milljón vegna afskrifta og vaxta. Í heild þýða þessar breytingar að rekstrarútgjöld sjóða í A-hluta dragast saman 1,7 milljónir og fjárfesting eykst tæpar 11 milljónir frá þeirri áætlun sem lögð var fram til fyrri umræðu. Þegar litið til B-hluta fyrirtækja þá verður ein breyting hvað varðar fráveituna. Fyrirhugaðri byggingu hreinsimannvirkis frestað og þar með minnkar framkvæmdakostnaður 240 milljónir og afskriftir og vextir lækka vegna þessa tæpar 17 milljónir króna. Þegar allt þetta talið og litið á samstæðureikning bæjarins þá hafa útgjöld samstæðunar minnkað 18,4 milljónir króna milli umræðna og framkvæmdakostnaður tæpar 230 milljónir. Rekstrar afgangur samstæðunar í heild verður því 25 milljónir króna sem verður að telja mjög ásættanlega niðurstöðu á þessum tímum. Af þessu leiðir síðan að lántökuþörf minnkar frá því sem áður var gert ráð fyrir sem nemur 300 milljónum króna. Jafnframt minnkar handbært fé samstæðunar rúmlega 41 milljón króna. Ég hef hér rakið í stuttu máli þær breytingar sem orðið hafa á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar milli umræðna og í bæjarstjórn. Þar sem minni háttar breytingar að ræða hvað varðar rekstrarliði, í raun útfærslur ákvarðana sem að mestu hafa legið fyrir, sé ég ekki ástæðu til að staldra sérstaklega við þær. Breytingar á fjárfestingum nokkuð meiri sem rekja má til frestunar á uppbyggingu hreinsimannvirkisins. Bæri mun, þrátt fyrir þá ákvörðun, fjárfesta fyrir tæpa 2 milljarða króna á árinu 2010. Á þessum tíma árs liggja fyrir upplýsingar Hagstofunnar íbúaþróun ársins. Það forvitnilegt að líta yfir þessar tölur, ekki síst í ljósi þeirra miklu breytinga á efnahagslegum forsendum sem urðu í lok árs 2008. Íslendingar nú alls 317.593 og hefur fækkað rúmlega 2.000 íbúa frá 1. desember í fyrra. Það fækkun 0,7%. Á Norðausturlandi íbúar tæplega 29.000 eða 28.909
og hefur fækkað 150 frá fyrra ári eða 0,5%. Flestir þeirra sem flutt hafa burt af svæðinu eru með erlent ríkisfang eða 128 af þessum 150. Akureyringar eru 17.563 og skiptast þannig að 8.665 eru karlar og 8.898 eru konur og hefur fækkað 51 eða 0,3%. Og hér erum við að bera saman Akureyri og Grímsey sameiginlega 1. desember 2008 annars vegar og 1. desember 2009 hins vegar. Það eru vissulega neikvæðar fréttir, en í ljósi upplýsingum íbúaþróun á landinu í heild getum við sæmilega við unað. Samkvæmt upplýsingum flutninga frá janúar til september þá fluttu 425 íbúar frá öðrum landsvæðum eða útlöndum til Akureyrar, en á sama tíma fluttu 535 frá Akureyri til annarra landsvæða eða erlendis. Það er síðan merkileg staðreynd að innan sveitafélagsins fluttu hvorki fleiri né færri en 1527 íbúar á þessu tímabili, janúar-september, eða 8,7% íbúa. Í máli mínu við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar þann 8. desember síðastliðinn rakti ég vinnulag við gerð áætlunarinnar og aðkomu fjölda starfsmanna, nefndarmanna og kjörinna fulltrúa bæjarbúa að því verkefni. Nú við verklok, þegar áætlunin er lögð fram til endanlegrar afgreiðslu, er enn og aftur ástæða til að þakka samstarfið við verkefnið og þakka öllum þeim sem að því komu. Að mínu mati tókst vel að stilla upp áætlun sem gerir ráð fyrir ýtrasta aðhaldi á sama tíma og verkefnum bæjarins er framhaldið og þjónustan og störfin eru varin. Það voru þau meginmarkmið sem lagt var upp með í upphafi og við getum glaðst yfir því að vel hefur tekist að nálgast þau í þessari vinnu. Í tengslum við samþykkt fjárhagsáætlunar eru hér jafnframt lagðar fram tillögur að bókunum sem leggja grunn að vinnubrögðum sem viðhöfð verða á næsta ári og eiga að stuðla meðal annars að því að áætlunin náði fram að ganga. Þessar tillögur eru í fyrsta lagi tillögur starfsáætlanir og gerð þeirra, í öðru lagi tillögur kaup á vörum og þjónustu og það hvernig við reynum að nýta okkur leiðir til þess að tryggja bestu verð sem fáanlega eru hverju sinni, og í þriðja lagi tillögur áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar, í rauninni tillögur það hvernig við viljum standa að því að reyna að halda þá áætlun, þá þröngu áætlun sem við erum hér að leggja upp með í árið 2010. Nú að loknum umræðum á áætlunina legg ég til að hún verði samþykkt ásamt þessum bókunum. Takk fyrir. Næsta tekur til máls Jóhannes Bjarnason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra yfirferðina. Eins og hann kom að þá er auðvitað búið að fara yfir hér við fyrri umræðu flesta sem að þessari áætlun kemur. Hann rakti hér það breytingar sem gerðar hafa verið á milli umræðna og eru kannski ekki stórvægilegar. Eins og við vitum öll þá er þessi fjárhagsáætlun unnin við afar sérstakar aðstæður í þjóðfélaginu, jafnvel einstakar. Hefur það mikið gengið á að svona holskeflur sem betur fer, þær eiga sér ekki stað með mjög löngu millibili. Við erum búin að vera að vinna þetta núna með öllum undirbúningi í nærri ár. Við höfum mikinn beigað þessari vinnu fyrir ári síðan. Við vissum að það beið okkar erfiður niðurskurður og hann hefur sannarlega verið mjög erfiður. Það er ekki auðvelt að fara inn í grunnþjónustustofnanir eins og skóla, leikskóla og aðra stofnanir og fara fram á hagræðingu og hagræðingu. Við vitum alveg hvað þetta þýðir, en þessi vinna hefur tekist að mínu viti mjög vel. Ég held að það sé óhætt að þakka öllu því starfsfólki sem hefur þó tekist að koma þessu svona frá sér. Þjónustustigið ekki minnkað meira heldur en það hefur minnkað á sömu stöðum og margir finna fyrir þessu. Það vissum við fyrirfram.
Það vissu allir fyrirfram. En þetta hefur þó lukkast þetta vel. Það sem við höfum hvað mestar áhyggjur af fyrir árið síðan, það var hversu mikil áhrif þetta hefði á störf á vegum bæjarins. Þyrftum við að segja upp mörgum starfsmönnum. Svo er ekki verið, það er afskaplega ánægjuleg staðreynd á þessum tímapunkti. Það hefur svo sem bæst örlítið við í sem við vitum núna, sem við vissum ekki við fyrri umræðina. Það er búið að ákveða það formlega með viðbótar lífeyrissparnaðinn að það verður hægt að taka hann út, sem að þýðir það væntanlega tekjur fyrir okkur. Eitthvað hafa mál skýrst með jöfnunarsjóð og svo framvegis. Þannig að það hefur týnst til svona einstaka þætti sem að við höfum svona, getum notað þá sem ekki reiknar inn í áætlunum sem slíka, en við höfum þó borð fyrir báru ef að eitthvað bregður út af. En eins og ég nefndi hér við fyrri umræðu áætlunar, þá er tekjuáætlunin auðvitað veikasti hlekkur þessar áætlunar. Það er óvissan mjög mikil og margt sem getur spilað inn í, sem getur valdið breytingum sem við ráðum náttúrulega ekkert við. Það kom fram í fyrir umræðunni að það sem væri í raun og veru eftir í vinnunni væri umræða framkvæmdaáætlun og gjaldskrár. Sú umræða hefur valdið með miklum vonbrigðum, hreinskilnislega sagt. Í framkvæmdaáætlunni eru 2 mjög stór verkefni, þó sér í lagi er stærra verkefni, þannig að menningarhúsið. Það er framkvæmd upp á nærri 1000 milljónir og ég óskaði eftir því í samvinnu okkar framboðanalla sem hafa verið að vinna þessa vinnu, að ég fengi sett upp á skýran hátt hver væri hagstæðasta leið Akureyrarbæjar til að klára þessa framkvæmd. Er það að klára þetta á þessu ári með þessu framlagi upp á 960 milljónir? Er hagstæðar að seinka í framkvæmdinni? Er hægt að dreifa svo lengri tíma, af því að ég hreinlega hafði ekki hugmynd hver leiðin væri best? Það var komin á fund til okkar framkvæmdastjóri fasteigna og framkvæmdastjóri menningarhússins. Þær færðu mér nú engu nær. Þessu spurningar mínar, þeim var ekki svarað á þeim fundi. Þessu var ekki listað upp eins og ég vildi. Það komur nú engar upplýsingar það á blaði með rökstuðningi að þetta sé hagstæðasta leiðin. Og bara það eitt að fá ekki umræðuna þetta stóra mál, því að fólk getur haft alla skoðanir á þessu og stillt þetta allavega varðandi fjárhagsáætlunina, en þegar við erum búin að fara í gegnum þessa vinnu, þá er það mín skoðun að þegar við reisum menningarhöll, afþreyingarhöll eins og við erum að gera núna og erum að loka sprettunum við það, þá stoppa maður alltaf við þessa háu tölu og velti fyrir sér, er hægt að finna einhverja aðra leið sem er hagkvæmari? Ég fekk ekki svör við þessum spurningum, því miður. Ég hef haft það að leiðarljósi í þessari vinnu við fjárhagsáætlunina að skapum hana sem bestan vinnufrið. Við höfum fylgst með sorglegum dæmum hið gagnstæða í ýmsum byggðarlögum. Og eins og ég hef áður sagt, það er svo auðvelt að stilla sér upp við þessar aðstæður og gagnrýna hluti sem maður veit að er auðvelt að kalla til lítillega á. Nú er þessari vinna að ljúka, en á sama tíma er minni samleið með meirihlutanum í fjárhagsáætlunum gera að ljúka líka. Það stafar fyrst og fremst að því að þær upplýsingar sem ég bað og taldi mig nauðsynlega að þurfa að fá til að geta ákveðið framhaldið, þar hef ég ekki fengið. Að öðru leyti hefur þessi vinna verið farsæl. Ég held hún hafi skilað því að samtakamátturinn í þessu stóra kerfi okkar var meiri heldur en ella og við sitjum uppi eftir þessa löngu törn niðurskurðar með áætlun sem að
fólki sem vann hana getur verið að mörgu leyti stolt af, en áðurnefndum ástæðum sem ég nefndi hér áðan, þá get ég ekki greitt hennar atkvæði mitt. Orðið er laust 10. lið. Baldvin Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eftir 2 ára tap á rekstri bæjarins og með niðurskurði niður fyrir sársaukamörk, það náum við aftur endum saman og það er bara afskaplega gleðilegt. Reksturinn 2010 verður ekki auðveldur og það verður erfitt að láta hann standast, en við gerum það nú samt og við verðum bara að vona að við höfum ekki skorið okkur niður til tjóns og betri tími sé í vændum þegar líður á næsta ár. Auðvitað höfum við farið full gest í framkvæmdir án þess að hafa átt fyrir þeim og safna skuldum. Þess vegna hefur nú eigið fé okkar rýrnað á nokkrum árum 70% og handbært fé okkar er vissulega svolítið lágt. Svo finnst manni kannski eins og dótturfyrirtæki eins og Norðurorka fer í eins konar áhættu fjárfestingu á Þeistareykjum til að afla orku fyrir álver á Húsavík sem óvíst er að verði nokkuð tíman reist. Og ef maður skoðar rekstraráætlanir bæjarins í nokkur ár, þá finnst mér nú komin tími á að við bæjarfulltrúar ættum kannski að setja okkur eins konar siðareglur þar sem okkur verður óheimilt að skuldsetja bæjarsjóð án þess að það sé tryggt að reksturinn ráði við það og án þess að við getum sýnt fram á að bæjarsjóður hafi bolmagn til að reka fasteignir og mannvirki sem við ætlum að ráðast í að byggja. Ég held bara að þessi allt í lagi að við tökum okkur til og ræðum með einhvers konar siðareglur sem við þurfum að setja okkur. Við getum séð það hvað hefur gerst í öðrum bæjarfélögum þar sem menn hafa farið á gest og því held ég að við ættum að fara í gegnum það hvað við ættum að leyfa okkur í þessu þegar kemur að því að byggja upp, fjármagna og taka lán, hversu mikið við megum skuldsetja bæjarbúa. Takk fyrir. Orðið er laust 10. lið. Elín Margrét Hallgrímsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil að sjálfsögðu taka undir þakkir til starfsmanna og allra sem hafa lagt þessari vinnu lið. Þetta hefur verið vissulega ströng vinna og svo erfiðast á þessum tíma sem ég hef setið hérna og mér finnst starfsfólk og allir embættismenn hafa staðið sig frábærlega vel í að gera þetta eins og vel og hægt er með það að leiðarljósi að fólk haldi störfum en leggi meira á sig og þrengi stakkin aðeins. Og nú varðandi menningarhúsið, þá auðvitað hefur þessi umræða margoft komið. Hvað á að gera varðandi menningarhúsið? Eigum við að loka menningarhúsinu og hætta við það eða hvað eigum við að gera? Það var ákveðið fyrir talsvert löngu síðan að halda áfram með menningarhúsið. Þetta skapar mjög mörg störf, marga tugi starfa. Hins vegar hefur verið leitað allra leiða að lengja þar í verkum og gera hlutina ódýrari og sleppa ýmsu og svo framvegis. Ég tel einfaldlega þessi umræða sé allt of seint komin. Það er allt of seint að fara að hætta við menningarhúsið núna. Við ætlum að opna þetta í nokkra mánuði. Það er þegar allur undirbúningur undir opnun, undir ráðstefnur og ýmislegt langt á veg komin.
og það er ekki hægt að hætta við það bara sér svona. Þannig að ég tel þetta óraunhafa umræðu eins og er. Við erum löngu búin að ákveða það að flytja þarna inn tónlistarskólann, búin að missum þar húsnæði í vor sem að hann er í, og svona mætti lengi halda. Við erum farin að fólk er farið að fara ráðstefnur og bóka húsið undir tónleika, ráðstefnur og allt mögulegt fram á næsta ár og jafnvel þar næsta. Þannig að það væri afar slæmt fyrir okkur ef við ætlum nú að fara að slá þessu öllu af ímyndarlega og trúverðuleiki okkar og allt hvað eina. Ég held að þetta sé algjörlega óraunhæf umræðu. Við verðum að halda áfram úr því sem komið er. Við hefum það átt að taka þessu umræðu og ákvörðun miklu fyrr. Ég held að það sé alveg óhjákvæmilegt og þar af leiðandi held ég við að halda ótrúlega áfram. Þetta verður glæsilegt hús og sem er mikill sómi af, þó að það sé erfitt nú stundir, þá mun koma betri tíð með blóm í haga. En ég ítreka þakkir til allra þeirra sem hafa komið að þessari vinnu. Þetta hefur verið að mörgu leyti skemmtileg vinna líka að fara í svona skoðanir og ýmsum hlutum, og auðvitað er ýmislegt sem við getum verið á og lifað án. Við höfum lifað ágætu lífi og það er okkur eftir bara hollt að þrengja aðeins að okkur. Við bara kannski nýtum hlutina betur og njótu þeirra betur. En takk fyrir. Oddur Helgi Halldórsson tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, þetta er varðandi fjárhagsáætlun, þá er þetta búið að vera barningur og við svona held ég í flestum málefnum svona sammála, við höfum svona gengið í takt. Mér langar aðeins að bara byrja á því að svara henni bæjarfulltrúar Elínu hérna. Við erum margbúin að taka og vilja taka þessa umræðu það hvernig við að fara með menningarhúsið. Þannig að það er ekkert að dúkka núna upp. Við gerðum það líka síðast og þar síðast og þannig að það hefur reyndar bara aldrei verið samkomulag það. Það er hins vegar annað mál, en það er nokkri punktar bara sem ég ætla að minnast á. Og það er kannski byrja bara á því að á framkvæmdunum. Nú er það þannig að við loðað við okkar að mikil ónákvæmni í öllum framkvæmdaáætlunum hefur verið okkur mjög erfið. Til dæmis Þórssvæðið, og þó svo að menn reyni enn og aftur að kenna kreppunum, þá var það ekki þetta bara hún, heldur var það bara það að menn fóru ekkert af stað með nógu skilgreint hvað er ætluð að gera. Svo bættist þetta við og bættist við og bættist við og ég sagði frá upphafi að þessi kostnaðaráætlun sem var upp á 357 milljónir, hún var óraunhæf. En það var nú margoft bara niður í bæjarstjórn. En allavega þrefaldið þetta og það kom mér ekkert óvart. En þetta var eitt dæmi það að við hugsum ekki nóg. Við hugsum ekki til enda þegar við leggjum á stað. Yfirsýn og framtíðaráætlanir er oft á tíðum aldrei nógu skýrar. Ég er búinn að tala fyrir því frá því ég kom inn að við hefum ekki verið að gera 2 og 3 ára áætlun, við hefum að gera 10-20 ára áætlun. Og ég veit að sumir bæjarfulltrúar inni hafi verið með sammála, en við erum ekki farin að gera það nema mjög takmörkuðu leyti í uppbyggingamálum. Til dæmis nýtt dæmi það núna. Og þá ætla ég bara að tala hreint út. Hvernig dettur fólk í hug að það sem alltaf var reiknað með til dæmis upplýsingamiðstöð ferðamanna og veitingahúsrekstri í Hofi. Og það var einn af forsendunum þegar við fórum af stað með þetta menningarhús okkar. Hvernig dettur mönnum í hug að leyfa höfninu að byggja þannig aðstöðu í 300-400 metra fjarlægð? Ætla bærinn þarna að fara að reisa 2 kaffihús og 2 miðstöðvar með 300 metra millibili. Auðvitað veit ég það að höfnin í hafnasamlagi, ég hef verið þar sjálfur í stjórn
og á þar mann í stjórn. En hún samt sem áður á forræði Akureyrarbæjar að miklum hluta. Ég minni á það að við eigum 5 af 7 stjórnarmönnum. Þannig að auðvitað áttu að vita hvað var að gerast þarna. Við áttum ekki, ég hef verið ósáttur við þetta hús og upphafið því að við komin í samkynningu sjálf okkar. Ég tel ekkert of langt of neðan af Sigöldu eða Oddeyrartangabryggju upp í menningarhús. Hvað varðar framkvæmdirnar þá hef ég líka vilja fara hægar og hægja enn meir á til dæmis menningarhúsið. Það að sé búið að selja ráðstöfn inn í haust, það ekki stór rök í mínum huga og ég tek undir með Jóhannesi að við auðvitað fengum afskaplega lítil svör nema bara ég tel og mér finnst þegar framkvæmdastjóri Fasteigna Akureyrar og framkvæmdastjóri Sjálfseignarstofnunar Hofs eða hvað þetta heitir eða framkvæmdastjóri Hofs sem ég bara komið hérna inn. Það nefnilega ljóst að rekstur menningarhússins mun hvíla þungt á bænum og þá minn ég enn og aftur á því að Sjálfstæðisflokkurinn hann samdi af sér þegar honum tókst ekki að semja við sjálfa sig í ríkisstjórn að fá rekstur með húsinu. Við vitum það að rekstur hússins hann kostar nokkur 100 milljónir á ári. Og ef við hefum náð eins og ég vildi alltaf sömu hlutdeild í því eins og í tónlist- og ráðstefnuhúsi Reykjavík, þá væri ríkið sennilega að setja 200 milljónir í rekstur menningarhússins á ári. Og okkur munar það. Þess vegna væri betra að draga hans úr fjárþáðangað og það munar það til dæmis hvort að kostnaður sem í menningarhúsinu verður til í janúar og október. Og ég líka sagt það miklu betra að borga bara lánunum heldur en að borga reksturinn líka. Ég veit það og ég ger mér alveg fullega grein fyrir því að meirihluti ekkert sammála mér. Ég held samt sem áður að mig við mína skoðun. Tónlistarskólinn geti að sjálfsögðu fluttat inn þó að því að hann það mikið sér í húsinu að þó svo að restina af húsinu dregið meir úr og þar sem að aðalkostnaðurinn varðandi búnað og annað í sérstaklega stóra salinn þá gætum við létt róðurinn næsta ári. Sama má segja íþróttamiðstöðin Gíslaskóla. Þegar vettvangi fór á hausinn í vor þá áttu þau auðvitað að grípa tækifæri og hægja verulega á byggingunni og taka húsið í notkun árið 2011 í staðinn 2010. Ég sannfærður það og ég veit að þegar þetta hús komið í notkun þá mun það gjörbreyta aðstöðu til dæmis fyrir fimleikafólk og fyrir krakkan í Gíslaskólanum. Ég samt sem áður sannfærður það í ljósi aðstæðna þá þetta fólk skilið að við fyrir að hægja þess á. Þetta lagði ég líka til og reyndi að fá fyrir síðustu fjárhagsáætlun árið 2009 þannig að þetta ekkert nýtt. Hvað aðra framkvæmdir varðar þá vildi ég líka að verulegri dregið úr gerð stíga, göngustíga, það áætluð 48 milljónir á næsta ári og ég hefði viljað taka töluvert mikið af því eða allt í að lagfæra götur og þau umferðarmannvirki sem fyrir Þeir stígar sem í bígerð, þeir flestir með þetta sem ég hef af framkvæmdaráð, þeir geta beðið svona flestum af skaðlausu. Menn velja sér bara aðrar gönguleiðir. Ef við tölum aðeins nokkra liði þá það auðvitað jákvætt fyrir bæjarsjóð að fá hugsanlega eða fá að viðbóta lífeyrissparnaður að fólk má taka hann út. Þannig að væntanlega hækka tekjurnar eitthvað við það. En ég minni á það að virðisaukaskattur líka hækka, þannig að við vitum ekki alveg, að ég veit ekki, kannski að starfsmenn bæjarins séu búin að reikna út hvað það kemur til með að kosta okkur. Þannig að það kostar okkur eitthvað.
hvað einstaka liði varðar ætla ekki mikið í, en ég svona raka augunni hér kannski að við ætlum á þessu ári gerum við ráð fyrir að fá 70 milljónir í gatnagerðargjöld en áætlum að fá 90 milljónir næsta ári, vonandi næsta því að ég sem auðvitað vinnandi í þeim geira þá auðvitað vil ég að hann fari að stað sem mest. Svona holt og bolt þá finnst mér þessi fjárhagsáætlun svona full brothætt. Það eru of margir og stórir áhersluþættir í henni. Mér finnst tekjuáætlun full há. Við gerum ráð fyrir því að ná sömu tekjum og í fyrra svona nokkurn veginn. Það munar einhverjum milljónum. Það er allavega ekki mikið í prósentum. Það er svona, eru þeir ekki að spá tekjusamdrætti? Vonandi mun það ekki rætast. Í spánni gerum við ráð fyrir 3,5% verðbólgu sem að vonandi næst líka og ég veit að það er eiginlega ógjörningur að spá því en síðast í gærkvöldi hringdi mig þingmaður og við ræddum ýmislegt og hann upplýsti mig það að svona nýjustu spár gera ráð fyrir 6,5% verðbólgu og það auðvitað munar það. Við getum heldur ekki fara að spá í gengið. Vonandi styrkist gengi íslensku krónunnar en ef það veikist þá kemur það strax niður hjá okkur. Við erum að auka svolítið álögur á fólk en sérstaklega náttúrulega hið opinbera eða ríkið. Þannig að þess vegna höfum við viljað reyna að halda aukningu álaga sem minnst hjá okkur. Eins og ég sagði með þetta brothætt, þess vegna finnst mér handbært fé í aðalsjóði vera að koma niður í svona lágmark, 685 milljónir. Sérstaklega þar sem við erum að sigla inn í ár, þar sem það má alveg reikna með því að bæði verður lánsfé af skornum skammti og eins dýrt. Huggun harmi gegn í þessu má segja það að afborganir lána eru mikið til seint á árinu sem að þá stóra þá þannig að þetta verður vonandi ekki þá vandamál fyrir seinna. Ég hef viljað kreppa enn meira til þess að ég er hræddur að ný lántaka, við erum reyndar að borga niður lán, við erum að borga niður lán 2,3 eða 4 milljarða og taka ný lán upp á 2 milljarða. Ég held samt sem áður að þessi 2 milljarða verði ekkert sérstaklega auðvelt að fá þá og gæti orðið dýrir. En dagurinn í dag er nú 7 eða 9 sekúndum lengri heldur en dagurinn í gær. Dagurinn á morgun verður ennþá lengri og sól hækkar á lofti og þá aukast bjartsýni. Í fyrra gekk samstarf allra oddvitanna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir 2009 mjög vel og má með sanni segja að við unnum saman eftir bestu getu. Því miður hefur þetta samstarf haft yfir sér svolítið annan brag í haust að mér finnst. Ég hef fengið meira á tilfinninguna að vera áhorfandi. Áherslur eru greinilega mismunandi hjá flokkunum og það er auðvitað eðlilegt og mér finnst oft á tíma mínum hugmyndum hafi verið tekið fálega og ekki verið vilji til að skoða þær nánar. Svör við fyrirspurnum hafa stundum verið frekar rýr. Ég er sammála flestu því sem er þessari fjárhagsáætlun og ég veit að við erum bundin af svo mörgu en margt hefði ég viljað hafa öðruvísi. En það má þó segja að við sýndum viðleitni og í því að vera í þessu samstarfi oddvitarnir og fyrir það ber að þakka. Og starfsmönnum bæjarins að sjálfsögðu eiga þakkir skilið líka fyrir sína vinnu sem að þeir hafa lagt í þetta. En ég mun ekki greiða atkvæði með þessa fjárhagsáætlun. Forseti óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er að mörgu leyti mjög athyglisverð umræða sem hér á sér stað. Og því miður okkur ekki að lánast það að samþykkja þessa fjárhagsáætlun.
bæjarfulltrúar á Akureyri. Eins og mínar vonir stóðu svo sannarlega til, því mér fannst það vera svo mikið heillaskref fyrir þennan bæ. Og þessi vinna, ég var mjög ánægð með þessa vinnu bæði í fyrra og nú, að okkur skulle allavega lánast að vinna þetta saman, nota þetta flokkana og síðan inn á bæjarráðsfundum þar sem að sitja þar og ekki 2 formenn helstu fagnefnda bæjarins. Þannig að mér fannst þessi vinnubrögð skila okkur áfram og þess vegna ég mjög svona stúrin og hálf döpur yfir því að okkur skulle ekki lánast að samþykkja það. Því mér fannst það vera allir merkilegt að í jafn stóru og framsæknu bæjarfélagi og hér að bæjarfulltrúar skyldu ná sátt fjárhagsáætlun. En því miður verður það ekki raunin og menn hafa rakið síðan ástæði fyrir því. Einn af helstari nefnt menningarhúsi Hof sem var gerð að mínu mati ágætisgrein fyrir hér á síðasta bæjarráðsfundi af hálfu framkvæmdastjóra fasteigna og framkvæmdastjóra menningarfélagsins Hofs. Og það einfaldlega hægt að leggja þetta upp á svo marga vegu að hér í bæ munu koma 1500 til 2000 manns á ráðstefnu næsta haust. Að meðaltali eyða þessi ferðalangað 135–150 kalli í sinni dvöl. Þetta ósköp einfalt stærðfræði dæmi. Verktakakostnaður í Hofi verður 600 milljónir næsta ári. Eru menn að leggja til að þessum samningum sem allir eru undirskrifaðir, meðal annars við háttvirtan bæjarfulltrúa Oddtel Kaldasonar, séu afskrifaðir, séu brotnir, hverja vera skaðabótakröfur ef að bærinn fer í svo gerðarslega aðgerð. Og mér finnst þetta einhvern veginn ekki vera að koma til greina. Við tókum ákvörðun í fyrra að hægja verulega á að öll vinna við þetta hús færi fram á dagvinnutíma og á eins hagkvæman hátt og nokkur væri kostur. Það var boðin út aftur stór hluti af innivinnu og fengum hagstæðari tilboð heldur en frá upphaflega voru til. Þannig svo sannarlega höfum við reynt að draga saman seglana og reynt að stilla málum þannig að þetta skapaði vinnu fyrir 25 upp í 50 akureyringa, akureyrisk fyrirtæki sem hafa lagt þarna gjörva handapróf og við höfum skapað svo sannarlega dýrmætt atvinnutækifæri á þessum tímum fyrir þennan stóra hóp verktaka sem þarna á hluta máli. Og ég vil alls ekki eiga hluta því að auka enn frekar á atvinnuleysi hér í bæ. Mér finnst það ekki bara ekki komið til greina. Og þetta einfaldlega fórnarkostnaður sem við verðum að gera. Og við erum að koma þessu húsi af stað. Við erum að hvetja akureyringa hvar í samtökum og stofnunum sem eru til þess að bjóða heim og vera stoltir af þessu húsi og skapa þenni tekið fyrir samfélagið allt. Ekki bara fyrir Akureyrarbæ, heldur fyrir samfélagið allt. Hótel, gististaði og alla þessar ferðaþjónustu fyrirtæki sem við erum stolt af. Og það það sem að hlutverk bæjarstjórnar á að vera á næsta ári að koma þessu húsi á hreyfingu og verða eftirsóknarverðir áfangastæður. Og það þannig sem þessi umræða á að vera hér í dag það hvernig við komum þessu húsi í sölu og markaðssetningu, en ekki að slá fyrir og loka því eða taka það í notkun að hluta eins og hér var varpað fram áðan. Þannig mér finnst þetta einfaldlega að vera það einfalt mál og mér fannst svör þessar tveggja framkvæmdastjóra vera algjörlega skýr hvað þetta varðar. Það kæmi einfaldlega ekki til greina. Við myndum tapa á þessu og tapa á þessu stórt. Nú, hvað varðar gagnrýni Odds á framkvæmd þessara vinnu, þá var lagt fram mjög ítarlegt svar sem var samantekið eftir hans fyrirspurn í bæjarráði sem held ég að talið haft í 40 spurningar. Það var lagt fram ítarlegt minnisblað sem að bæjarráðið tók saman með svörum embættismanna varðandi þær vangaveltur sem þar komu fram. Og ég veit ekki betur heldur en að við höfum reynt að svara mjög nákvæmlega og ég mitt fagnaði þessu framlagi Odds. Hann hefur verið langsamlegasti iðnasti bæjarfulltrúna að sitja heima kvöld eftir kvöld yfir Excel-skjölum og fara yfir málin og hefur komið með mjög beittar og gagnrýnar spurningar á fyrirkomulagi hjá okkur og ég fullyrði það að þeim hefur verið svarað eftir bestu getu. Og mér finnst það sárt starfsmanna vegna ef að þessi svör hafa ekki verið nægilega ítarleg og greinargóð. Nú, hvað varðar breytingu á milli stíga og gatnagerða, var þetta rætt í framkvæmdaráði og það mun vera lögð fram tillaga í byrjun árs varðandi nákvæma framkvæmdaáætlun og hvernig við getum svona bætt úr þeim eða gert við þær götur sem eru mjög aðkallandi og fresta þá einhverjum stígagerð að sama skapi. Þannig að það er ekki búið að negla niður alveg fjárveitingar til þessa liða. Síður en svo. Og síðan þetta líka bregðast við þessari hugmynd Baldvins Sigurðssonar siðareglur. Það var einmitt settur á stofn hópur til að vinna að gera siðaregluna og það verður tekið ítarleg umræða bæði í bæjarráði og vonandi hér í bæjarstjórn reglulega á næstu mánuðum gerð þessara siðareglna.
en þar ekki komið beinleiðis inn á fjármálastjórn bæjarins. Heldur náttúrulega að bæjarfulltrúar sinni sínum hlutverkum og ábyrgð af bestu getu. En það hins vegar fjármálareglur sem að Samband sveitarfélaga og ráðuneyti sveitarstjórnarmála eru að fara að sinna og gera, og það náttúrulega Lexía eins og Álftanes sem okkur dýrkeypt, og hún dýrkeypt öllum sveitarfélögum í landinu. Hún á eftir að hafa miklu meira áhrif heldur en bara á þeim bæ. Við vitum það. Bæði varðandi lánakjör og afkomu lánasjóðs sveitarfélaga og fleira. Þar hins vegar á Álftanesi og þau sveitarfélög sem hafa verið í samvinnu við fasteignafélagið Fasteign hafa einmitt lagt á það miklu áherslu að þær framkvæmdir hafa verið miklu nákvæmari og staðist upphaflegar áætlanir og allt þess áttar. Að það hefði verið einna helsti kosturum við að nýta sér þjónustu fasteignar að áætlanir hafi staðist. Og það virðist vera að þetta fyrirtæki hafi haft einhver betri tök á bæði áætlunargerð og framkvæmdum einstakra mannvirkja heldur en sveitarfélögin eiga við eiga, en engu að síður vildi ég ekki skipta. Ég svoleiðis guðs lifandi fegin að á síðasta kjörtímabili þar að var því hafnað alfarið að Akureyrarbær ætti nokkuð hlut af þessu fyrirtæki. Þannig að þá vil ég frekar búa við það sem við eigum í dag. Og ég get alveg tekið undir það að það er óþolandi þegar ónákvæmni í framkvæmdaáætlun eins og hún hefur verið. Það gjörsamlega ólíðandi og eitthvað sem við verðum að fara yfir. Og hvað varðar áherslu í langtímaáætlun, þá ég algjörlega sammála bæjarfulltrúar Oddur að við eigum að gera langtímaáætlanir 7, 10, 20 ára. Ég veit ekki hvað við treystum okkur til að sjá langt fram í tíman, en þar með hiklaust vera lengra heldur en það 3 ár sem við vinnum eftir nú þegar. Ég ætla ekki að bregðast í fleiru atriðum að svo komnum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir tekur næst til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir það að það hefur farið fram hér alveg feikna mikil vinna og það gott þegar við náum að vinna vel saman og það hefur nú oft sýnt sig að menn standa saman þegar þarf að taka á í einhverjum vandræðum. Það kannski meiri hætta á átökum þegar verið að deila hvar ég að bera niður og hvar ég að eyða mestum peningum og hvar sé hægt að koma ásinni fyrir borð. Þá getum við tekist á við það og sitt sýnist á hverjum. Ég afar sátt við það að það skulle vera gengið þannig frá að við fáum ráðrúm á fjölskyldudeild og í félagsmálaráði til þess að reyna að sinna þeim störfum sem þar eru framundan. Það auðvitað afar spennandi að væri möguleiki að drífa strax, koma í framkvæmd að hefja undirbúning að hjúkrunarheimili fyrir eða öldrunarstofnun, hjúkrunarheimili fyrir aldraða eða íbúðum. Ég sé ekki betur heldur en þessi mjög rökrétt að draga fráveitu framkvæmdir og viðhald. Ef þetta eru 340 milljónir þar, þá það alveg borðleggjandi að láta það bíða. Ég var mjög hugsi yfir þessu sem framkom bæði hjá bæjarfulltrúa Jóhannesi og Jóhannesi G. Bjarnasyni og Oddi Helga Halldórssyni það að þeir hefðu ekki fengið tilhlýðileg svör og þeir höfðu þær skýringar á takteinum að það væri jafnvel eitthvað sem að þyrfti að skoða þar miklu betur og það væri eitthvað sem væri kannski óljóst. En það hvað væri hægt að gera betur og framkvæma annan hátt heldur en gert í menningarhúsinu. Þetta nú sem við spurningar og við spurðum fyrir 2 árum við bæjarfulltrúa Baldvin H. Sigurðsson. Þegar við vorum að hugsa hvort það væri hægt að fresta og hverju væri hægt að fresta. Og ég held að vera á síðasta frekar en þar síðasta fundi sem ég segi að það líka dýrt að vera fátækur og þurfa að klára hluti og við einmitt á þeim tímapunkti að það gæti nú orðið okkur dálítið skeinuhætt að fara núna að blása af ráðstefnur og annað sem við erum búin að taka okkur á hendur. Ég veit stóra kvennaráðstefnu sem að sækja hér að komast inn og líka einmitt Vestnorden sem þessi stóra kaupstefna og feikilega mikil umsvif í kringum. En ég held með ennþá við það að það veri allt í lagi þó að ekki keyptur gamall búnaður eða þó að þetta nota eitthvað, sleppa einhverju af því sem hægt verið að hafa
og setja upp einhverjar ódýrari sýningar og eitthvað slíkt, en ég ennþá sett við sama keip, að hverju óskupunum setjum við ekki upp sýningaskápa fyrir náttúrufræðis fyrir náttúruminjasafn, náttúrugripasafn. Það þó ekki mikill vandi að rífa þá niður og það ættu vera hægt að flytja þá eitthvað annað. Mér finnst þetta alveg gjörsamlega einboðið. Ég veit ekki hvort nokkuð leið að snúa út fé fyrir því eða ríki myndi sjálfstand taka þátt í því, það ætti að gerast. Þetta fer náttúrulega til Húsavíkur annars eða út í Svarfaðardal og þeir eru svo vel að þeir komnir að fá þetta. En við þurfum bara að fara að skoða það. Það er eiginlega alveg til skammar að hafa þetta svona. Og þetta flotta steinasafn og annað sem hér er. Og ég sé ekki betur, þetta náttúrulega eins og við segjum, þessi holskefla, þessi hrunadans sem hér var tekinn, það náttúrulega, þetta nú algjört einstæmi, ég ætla nú ekki að segja að þetta komi fyrir með einhverju vissu árabili, það vitum við nú öll. Þvílík reiðin ósköp og ég tek undir það sannarlega með Sigrúnu Björk bæjarfulltrúa að ég mikið óskaplega megum við vera þakklátt fyrir það að fasteignir skuli þó verið í eigu Akureyrarbæjar og við skildum ekki fara að drífa það í einhverja einkaframkvæmdir. En það er nú ekki svo gott að vera að benda á aðra sem hafa lent í enn meiri hremmingum en við, því að manni finnst þetta að vera næstu því að við séum á nokkurn veginn sléttusvelli með svo marga aðra. En ég vona sannarlega að skuldastaðan breytist og það takist að endurfjármagna fyrir lánum og við getum bara stigið nokkur hnarreist inn í nýja árið. Og ég ætla að samþykkja þessa fjárhagsáætlun. Miðað við þær aðstæður sem uppi eru, en ég veit reyndar að með tekjuáætlun hún er hæpin. Það getur ekkert verið annað en ég er ekki neinn spákona frekar en þið hinn og ég veit bara það að við erum líka sammála um eitt sem mér finnst skipta mestu máli, alltaf mestu máli, að við stöndum vörð um störfin, við stöndum vörð um félagsþjónustuna og heilbrigðisþjónustuna og alla grunnskólana, grunnþjónustu alla. Takk fyrir. Næst tekur til máls Helena Karlsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, að mínum dómi hefur þessi samvinna allra flokka við gerð fjárhagsáætlunar bæði fyrr á núna hefur tekist vel. Og mér finnst það leitt ef að flokkarnir geta ekki komið sér saman að samþykkja þessa áætlun samhljóða. Þetta var ekki auðvelt verk og eins og við viljum ekkert verið í þessum sporum en þetta hefur tekist að mínu dómi ágætlega og niðurstaðan ásættanleg. Það hefur mikið verið dregið saman og það hefur engin deild bæjarins verið undanskilin, öllu hefur verið velt upp og allt undir. Eins og framhugum við það hefur mikið dregið úr og töluvert dregið úr viðhaldi fasteigna Akureyrarbæjar og eins framkvæmdur og vegum framkvæmdadeildar, þær hafa dregist líka mikið saman. Og það er rétt sem kom fram í máli forseta hér áðan að það verður tekið og það verður skoðað vandlega framkvæmdaáætlun varðandi gatnagerð og stíga og skoðu forgangsröðun. Þannig að sú áætlun mun væntanlega líta dagsins ljós núna í byrjun næsta árs. Hins vegar þegar að kreppir þá er það bara mín persónulega skoðun að hið opinbera á að auka í framkvæmdir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og tryggja atvinnu. En því miður þá er það bara ekki í boði að þessu sinni með tillit til aðstæðna og ástands. Þessi samdráttur hann mun hafa áhrif á verktaka í bænum. Því miður það munu vera færri störf og fleiri þá hituna en á móti kemur að við munum kannski sjá tilboð þá sem eru nær raunvirði heldur en það sem var og það sem við sáum þegar að þenslan var. En sjálfsagt hefur við öll viljað sjá þessum málum í fjárhagsáætlun betur og öðruvísi farið en þegar á heildinni litið og að teknu til allra forsendna þá er það mín skoðun að þetta er ásættanleg niðurstaða, við komumst ekki lengra og með þessum tillögum þá erum við að ná ákveðnu markmiði, við settum okkur það markmið að verja störf bæjarins og það hefur okkur tekist. Að þar leiðandi mun ég greiða þessari áætlun atkvæðið mitt. Það hefur verið rætt hof og ég vil bara taka undir það sem sagt hefur verið með hof.
mínum huga er það mikilvæg rök og það er hér komið 15, það eru 3 ráðstefnur sem telja 1500-2000 manns og síðan var bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir að tilkynna að það væri ein ráðstefnu viðbútt, þannig að það ítir ennþá undir að halda okkur við þessar framkvæmdir. Nú það er búið að draga töluvert úr tækjum og búnaði, þannig að það hefur verið reynt allt sem að hægt er. Og eins og bæjarfulltrúi Elín kom inn á áðan að það er ímynd og trúverðuleiki bæjarins og menningarhúsins sem er í húfi líka. Það var líka að tala hérna ónákvæmni framkvæmdum og vissulega er það rétt. Við erum að sjá hér upphaflegar áætlanir breytast töluvert með þá loka niðurstöðum framkvæmda. Ég held að við ættum að líta okkur aðeins nær í þeim efnum. Það eru margir að vasast í sömu framkvæmdinni. Í stórum framkvæmdum þá lenda framkvæmdirnar hjá fasteignum Akureyrarbæjar en upphafið er kannski hjá öðrum deildum. Það er kannski spurning hvort að fasteignar Akureyrarbæjar ekki koma strax að málum á fyrsta stigi en ekki taka við málunu þegar að það er komið á einhvern ákveðið stig. Þannig að ég held að við eigum að skoða þetta ferli og ég held að það mætti margt bæta. Nú í þessi áætlun þá var margar klukkustundir og margir dagar í vinnu og mikla vangaveltur og mikla pælingar og miklu útreikningar. En þetta þá niðurstaðan, þetta var ekki auðvelt verk og það er mín skoðun að starfsmenn bæjarins, allir starfsmenn bæjarins sem hafa þurft að glíma við samdrátt og velta fyrir sig leiðum til sparnaðar, að þeir hafa sýnt mikla þolinmæði og mikinn styrk og þeim ber að þakka fyrir það. Ég vil einnig þakka þeim sem hafa gert og komið að vinnu við fjárhagsáætlunina, þakka þeim sérstaklega fyrir. Nú lokum að því að það er að koma jól, þá langar mig að óska öllum starfsmönnum bæjarins gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári og bæjarbúum öllum. Takk. Orðið er laust 10. lið. Jóhannes Bjarnason tekur þetta máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, mér þykir leitt að forseti bæjarstjórnar sé stúrin yfir þessari ákvörðun minni. Ég var líka óskaplega stúrin hérna eftir síðasta bæjarráðsfund þegar ég þvert ofan í það sem forsetinn sagði hér áðan var algjörlega ósáttur við þau svör sem ég fekk frá framkvæmdastjórunum 2 möguleikana í þessari stóru framkvæmd. Sko, við getum talið þetta upp eins oft eins og mönnum listir 4 eða 5 eða 10 ráðstefnur og að það sé búið að semja við verktaka og að það sé búið að kaupa búnað. Ég vil bara fá að sjá þetta upp listað á blaði, tekjur, möguleika á tekjum, áætlanir, hvað var þetta að gera varðandi verktaka, er einhver möguleiki að semja við einhverja að seinka þessu eða hvernig það er. Þetta sá ég aldrei, það er þetta sem ég er að gagnrýna. Þetta er ekkert auðveld ákvörðun að stíga af þessari skútu á síðustu metrónum. Ég get bara ekki samvisku minna vegna þegar ég er að tala 960 milljóna króna framkvæmd, þegar ég fæ ekkert annað en sömu rulluna aftur og aftur. Það er búið að bóka ráðstefnu og svo framvegis. Ég vil bara fá að sjá þetta sett upp á skilmerkilegan hátt, þannig ég geti sannfært sjálfa mig það að þarna séum við að gera rétt. Það getur vel verið, ef þetta hefur verið listað upp eins og ég er að tala að það er gert, þá getur vel verið að ég hef verið samþykkur því að halda þess áfram. Ég bara hef engin þessi gögn í höndum, ítrekka það að það eru upplýsingar sem komið hér á bæjarráðsfundi og ég skilmerkilega gerði hér forráðamönnum meirihlutans grein fyrir því að ég væri ósáttur við þau svör sem ég fengi. Ég réttar sagt, ég hefði engin svör fengið og menn getur svo bara að lesa á 2 og 2 hver niðurstaðan því. Þarna erum við að tala langstærsta hlutann í framkvæmdaáætluninni og reyndar allt til að halda þetta til haga líka að ég hef alltaf verið með hinn stóra þáttin undir líka sem var íþróttahús og það farið minna það í umræðinni. En þetta er skýringin á þessu. Og það er ekki eins og við hefum ekki rætt þetta áður of seint fram komið, búin að gert þetta aftur og aftur að minna á að fara yfir þessa hluti. Ég veit ekki af hverju embættismönnum bæjarins er alltaf skemmt svona yfir þessa umræðu minni en það verðist fara mjög vel í þá þessu umræðu mínum óvöndu vinnubragð í þessu máli. Það vantar upplýsingar upplistað upp á nákvæmlegan hátt hvað þetta hefði þýtt í tekjum, gjöldum, hvort það hefði verið aðri möguleikar. Ef ég hefði haft þessi gögn undir höndum, þá ítrekkaði það og getur vel verið að ég hefði tekið aðra ákvörðun í málinu. En þetta er niðurstaðan núna. Orðið er laust 10. lið.
Oddur Helgi Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég ætla bara að taka alveg undir það sem að Jóhannes sagði. Það getur vel verið að ef að við höfum séð þetta eins og við vildum, að þá hefðu við bara báðið verið alveg á því að klára menningarhúsið. En mér ekki líka leitt að við skildum ekki ná saman. Við sannarlega reyndum og ég held að það sé alveg eins með okkur í minnihlutanum eins og meirihlutanum. Ágreiningun ekkert rosalega mikill, eins og ég nefndi áðan, við erum svona sammála flesta af þessu. Það var eitt sem ég gleymdi hérna áðan, það var bara tillögur bókanirnar. Númer 2, að nýta skal kosti almenna útboð við framkvæmdir og vöru og þjónustu þar sem því verður viðkomið samkvæmt innkaupstefnu. Ég auðvitað sannarlega samþykkur þessu. Ég nú verið mjög gagnrýninn á það að við höfum farið svolítið frjálslega með þessar innkaupareglur, þannig að það er gott að hamra á þessu. Og svo það, ég hafa nú reyndar ekki þetta sem eitthvað heldur síðasta setningin, gerðir skulu þjónustusamninga við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmir slíkar samningar getur notið sín. Ég líka sammála þessu, en því mér finnst að það verður verið hægt að sýna fram á einhverja hagkvæmni. Ef að við erum að útvista eitthvað sem þeir sem að taka við ekkert að gera ódýrara, þá sé ég ekki alveg ástæðu til þess. Að lokum langar mig til þess að beina orðum mín til bæjarfulltrúa Helenu Karlsdóttur og biðja hana að skýra út orð sem hún nefndi. Þegar hún sagði það að núna væri við farin að sjá tilboð nær raunvirði frá verktökum. Hvað hún að gefa í skyn? Hún að gefa í skyn að þó svo að kreppi það núna og það sé atvinnuleysi og verktakar þurfi að berjast fyrir því að ná verkum og þar af leiðandi bjóða of lágt í þau og hafa ekki það út úr þeim sem að þau þurfa til þess að byggja fyrirtæki sín og borga mannsæmandi laun, hún að tala um að það sé raunvirði? Hún að tala um það að þegar við höfðum það ágætt eins og allir aðrir og gátum byggt upp fyrirtækinu og erum að græðast að því núna og starfsfólki okkar græddi á því, voru það einhver skýjaglópa verð sem voru með þá? Ég vil bara útskýra þetta eða drægist orð sín tilbaka að þau undirboð sem eru núna út af kreppunni, að það sé raunvirði. Ég bara ekkert sammála þessu. Næst tekur til máls Helena Karlsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það bara tölur og staðreyndir sem að ég var að vitna í. Fyrir kreppu þá sáum við fjárhagsáætlanir eða kostnaðaráætlanir framkvæmda og tilboð sem að bárust þau voru langt yfir kostnaðaráætlun. Núna erum við að sjá tilboð sem eru undir kostnaðarverði. Og þegar ég að tala um raunvirði þá ég að tala með kostnaðaráætlun, það sem gerð er. Þannig að það algjörlega óþarfi fyrir bæjarfulltrúa Odd Helga Halldórsson að fara hér mörgum, offari í orðum sínum eins og hann gerði. Því að hann veit það sjálfur hann veit nákvæmlega sjálfur hvað verið að tala um. Þegar við erum að tala um raunvirði þá erum við að tala um kostnaðar mata áætlana. Og ég vil bara ítreka það að þetta er allt byggt á staðreyndum og þeim tilboðum sem hafa borist og þeim ákvörðum sem teknar hafa verið hér á vegum bæjarins. Orðið laust 10. lið. Stutt. Já, ég vil bara ítreka það og segja það að kostnaðaráætlun bara ein tala, hún alls ekki raunvirði. Og ég vil líka meina það að þeir verktakar sem ætla að vinna verkin, þeir hafi meiri viðtöku hvað þau kosta heldur en einhverju menn út í bæ sem eru reiknað fyrir þá hvað þeir eiga að fá fyrir verkin. Orðið laust 10. lið. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2010. Og tekur bæjarstjóri til máls og fer yfir umræðurnar.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara byrja á því að þakka fyrir umræður þessa fjárhagsáætlun sem að hér verður eftir að umræðu lýkur borin upp til samþykktar eða synjunar. Byrja á því að lýsa auðvitað vonbrigðum með þau tíðindi sem að hér hafa orðið, að sú samstæða sem að við höfum náð að halda til þessa við gerð fjárhagsáætlunar, fyrst fyrir árið 2009 og núna fram til þessa tíma fyrir árið 2010, að hún skuli nú rofna. Og það verða auðvitað bæjarfulltrúar bara að eiga við sjálfa sig og skýra eins og þeir telja rétt og hafa gert náttúrulega hér á fundinum. En vissulega vonbrigði engu að síður, vegna þess að rétt eins og aðrir fulltrúar meiri hlutan sem hér hafa talað, þá hefur þetta auðvitað verið eitthvað sem við höfum getað stært okkur svolítið af og hreykt okkur af út af við, og ég hef nú notað víða í ræðu og riti til þess að benda á árangursríkari vinnubrögð heldur en við höfum stundum orðið vitni á hinu háa Alþingi. Það er að segja að þessi samstaða hefur beinlínis orðið til þess að okkur hefur tekist með miklu friðvænlegri og betri hætti að taka á þeim málum sem hefur þurft að taka á, og í rauninni hefur þetta líka skapað ákveðna sátt í samfélaginu það sem við höfum verið að gera, og þess vegna hefur í rauninni gengið jafnvel að ná saman þessum tveimur áætlunum og raun ber vitni að mínu viti. En svona það. Varðandi síðan umfjöllun það hvað veldur því að ekki lengur sátt gerð fjárhagsáætlunar fyrir bæinn, þá er fyrst og fremst vísað til framkvæmda og framkvæmdaáætlunar og reyndar aðalega til einnar framkvæmdar sem er menningarhús. En í því samhengi langar mér bara til að benda á það að þegar við tókum umræðu fjárhagsáætlun ársins 2009 sem allir flokkar og allir bæjarfulltrúar samþykktu hér í bæjarstjórn, þá lögðum við þetta upp í ákveðna vegferð hvað þessar framkvæmdir varðaði. Við fórum í það að hægja á þeim og stiltum dæminu upp á nýtt miðað við þær forsendur sem við höfum þá. Auðvitað voru menn ekkert endilega sátti við nákvæmlega allt, og ég gerir mér alveg grein fyrir því. Það er ágreiningur nákvæmlega hvernig á standað einstökum hlutum með einstökum verkefnum, en við náðum saman það að horfa með þessum hætti á áætlun ársins 2009, og þegar upp er staðið eftir þetta ár, þá hefur í rauninni þróunin verið betri, ekki verri, heldur en lagt var upp með, og við erum í lok ársins með betri forsendur til að halda áfram á þeim grunni sem við lögðum upp með heldur en við vorum í upphafi árs 2009 þegar við samþykktum þessa áætlun. Það er staðreynd málsins. Við stöndum í rauninni betur en við þorðum að vona þegar við þó lögðum þetta svona upp. En og aftur, það er leitt að við skulum ekki ná að halda þetta út til enda. Varðandi síðan umfjöllun það að gögn og upplýsingar hafi ekki borist með nægilega skýrum hætti, þá verð ég sem bæjarstjóri náttúrulega að taka það einhver leit á mig að ég hafi ekki komið nægilega skýrum gögnum til ykkar. En vandinn liggur náttúrulega bara einfaldlega í því að þær spurningar sem verið að spyrja er spurningar breyttar forsendur í framtíðinni. Og eitthvað sem við höfum, rétt eins og þegar við erum að gera fjárhagsáætlun, það sem við gefum okkur ákveðnar forsendur og vinnum út frá þeim, þá höfum við ekkert betri í höndunum með það sem við leggjum upp með í áætluninni, og þar af leiðandi verðum við að hugsa einstakar framkvæmdir út frá því líka. Að því gefnu að gengið styrkist ekki á árinu sem er framundan, að því gefnu að verðbólga verði tiltekin, að því gefnu að laun hækki ekki, að því gefnu að það er áætlanir sem uppi eru notkun á því húsi sem við erum með í höndunum, að því gefnu að þetta verði svona, þá var það bara einfaldlega mat allavega meiri hluta bæjarfulltrúa að það verði langa eðlilegast að halda áfram það sem frá var horfið eða það sem við lögðum upp með og ljúka þessari vinnu seinni hluta ársins og fara að nýta þá fjármuni og þær fjárfestingar sem við höfum lagt í. Þetta hefur legið fyrir allan tíman, þetta hefur legið fyrir alveg frá upphafi árs 2009. Og
í rauninni ágreiningurinn verður ekkert kristast alltaf ekkert fyrir bæjarráðsfundi á 50 fyrir 50 síðan. Það er þá sem að það kemur í ljós að mönnum finnst þeir ekki hafa nægar upplýsingar og geti þar að leiðandi ekki stutt ákvörðunum. En þetta er sem staðan sem við erum þá í núna. Við stöndum hérna fram með fyrir því að afgreiða fjárhagsáætlun sem ég tel í rauninni að sé merkilega góð miðað við þá tíma sem við lifum og þá stöðu sem mörg sveitarfélög í, og í því samhengi langar mig líka aðeins að koma inn á stöðu sveitarfélaga og stöðu Akureyrar, vegna þess að stundum er rætt um það að við séum í mjög erfiðri stöðu skuldarlega séð og vissulega vildum við vera miklu betri stöðu. En hugsum þetta bara út frá samanburðinum og samhenginu, eins og ég er búin að segja oft áður úr þessum ræðustól. Það eru þetta öll sveitarfélög að glíma við sambærilega vanda. Sérstaklega þau sem hafa þurft að standa í uppbyggingu vegna fólksfjölgunar og vegna kannski samkeppni fólk. Eins og Akureyri hefur þurft að gera einhver leyti, en sveitarfélögin á suðvesturhorni landsins aðalega. Þess vegna það þau sveitarfélög sem að núna eru sum hver að fá sendibréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Þess vegna er skuldastaða þeirra erfiðust og vandinn sem þau standa fyrir erfiðastur. Við getum kannski sagt að við höfum að einhver leyti sloppið með skrekkin. Hér hefur uppbyggingin verið heldur hægari, hér hefur þenslan verið heldur minni, hér hafa skuldirnar ekki safnast í að prattu. Og ég held ég hafi lýst í hér úr ræðustóli síðast líka að í samanburði við önnur sveitarfélög, önnur stór sveitarfélög, þá er Akureyri í held ég 7. sæti af 10 hvað varðar skuldastöðu. Þannig að við skulum ekki draga upp dekkri mynd en ástæða er til af ástandinu á sama tíma og við viðkjörum og tökumst á við þessa stöðu og vinnum okkur út úr henni. Hún er staðreynd, sannarlega. Það eru vandamál sem þarf að glíma við, en við megum ekki mála skrattan á vegginn. Vandamálin er ekkert óyfirstjánleg og þau eru minni en við annars staðar. Þau eru enga síður til staðar og það er verkefni okkar að takast á við þau, og með þessari áætlun sem við erum núna að leggja fram, þá erum við að takast á við þau, en við erum að gera það á þann hátt að við erum ekki bara að verjast, við erum líka að reyna að sækja. Við erum líka að reyna að skapa forsendur fyrir framhaldi og uppbyggingu og vexti. Við megum ekki pakka alfarið í vörn. Það ættu íþróttamenn í hópi bæjarfulltrúa að vita vel. Við verðum að hugsa það hvernig við ætlum að ná árangri og sækja fram. Og ég lít á menningarhúsi sem eitt lið í því. Það að klára það er að skapa betri forsendur fyrir ferðaþjónustu og uppbyggingu hérna á svæðinu. Og eins og hér hefur komið fram áður, það er alveg ljóst að það mun skila sér í þó nokkrum tekjum inn í samfélagi strax á næsta ári. En ég ætla ekki að hafa þessu orð lengri, ég bara legg áherslu á það, mér er svo mikilvægt að við, þó við séum að glíma við erfiðleika núna, þá verðum við að hafa þetta í huga að við megum ekki eingöngu horfa á vandan, við verðum líka að hugsa til framtíðar og hugsa það hvernig ætlum við að nýta þau tækifæri sem við höfum til þess að sveitarfélagið halda áfram að eflast og vaxa og enn og aftur ég held því fram að áætlunin taki svolítið mið af því. Við reyndum að halda utan samfélagið með þessari áætlun, við reyndum að passa upp á störfin bæði þeirra sem að vinna fyrir okkur og gera það í verktöku og eins þeirra sem eru að vinna innan kerfisins, vegna þess að við viljum ekki missa þjónustuna, þekkinguna og möguleikana á að nýta okkur þetta þegar að fara betur ára, og það mun fara betur ára innan ekkert allt for langs tíma. Takk fyrir. Orðið er laust 10. lið. Það er ekki fleiri óskar eftir að taka til máls, þannig að við göngum til afgreiðslu og þetta er tölvöld flókin afgreiðsla. Ég mun nefna blaðsíðutölun sem að viðkomandi upphæðir eru nefndar á. Ritarar hafa fengið gögn afrit af bókunum og eru bænir að nótera nokkuð vel einstaka atkvæðagreiðslur. Þannig að við getum gengið frá fundargerð í lok fundar. Nú eftirfarandi tillögur að bókunum liggja fyrir fundinum. Í fyrsta lagi starfsáætlanir
Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Stefnt skal að því að ljúka yfirferðinni fyrir lok janúar 2010. Bæjarráð og bæjarstjórn munu þá taka áætlanir til umræðu og afgreiðslu. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Kaup á vörum og þjónustu. Nýta skal kosti almennar útboða við framkvæmdir og vöru og þjónustukaup þar sem því verið við komið samkvæmt innkaupastefnu Akureyrarkaupstaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ýtrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamninga við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þriðja tillagan er áherslu við framkvæmd fjárhagsáætlunar. Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins að gæta ýtrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2010. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnum tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu við breyttu verkferli þegar störf losna. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þetta að gefa merki. Fyrirgefðu var það 11. Hún er samþykkt samhljóða. Nú, þá er næst á blaðsíðu 11 til 15 varðandi aðalsjóð. Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 20.727.000 krónur og niðurstöðu efnahagsreikningi að fjárhæð 12.667.744.000. Ég ber þetta upp til samþykktar bæjarstjórnar og þeir sem að samþykkja þetta gefa merki. Það eru 9 á móti. 2 sitja hjá. Þá er næst A-hlutastofnanir sem að byrja blaðsíðu 17 og ætla að bera þær upp í einu lagi. Fyrst er það fasteignir Akureyrarbæjar með rekstrarniðurstöðu neikvæð upp á 440.674.000 og efnahagsreikning með niðurstöðu að fjárhæð 13.726.853.000 krónur. Framkvæmdamiðstöð rekstrarniðurstaða neikvæð 57.589.000 og efnahagsreikning með niðurstöðu að fjárhæð 51.052.000 krónur. Í þriðja lagi eignasjóð Gatna með rekstrarniðurstöðu neikvæða 7.537.000 krónur og efnahagsreikning með niðurstöðu að fjárhæð 1.312.029.000 krónur. Þessar 3 A-hlutastofnanir ætla ég að bera upp saman og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa niðurstöðu að gefa merki. Á móti. 2 sitja hjá. Næst förum við samstæðureikning á blaðsíðu 3 og hér er lagt til afgreiðslu samstæðureikning A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð með neikvæðri niðurstöðu að upphæð 485.073.000 króna og niðurstöðu efnahagsreiknings 18.390.486.000 króna. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa niðurstöðu að gefa merki. Á móti. 2 sitja hjá. Nú B-hlutastofnanir ætla ég að bera upp í einu lagi. Þær byrja blaðsíðu 29 og eru síðan raktar áfram. Félagslegar íbúðir rekstrarniðurstaða neikvæð 34.555.000 króna. Fráveita Akureyrarbæjar rekstrarniðurstaða 56.221.000 króna. Strætisvagnar Akureyrar rekstrarniðurstaða 4.345.000 króna. Öldrunarheimili Akureyrar rekstrarniðurstaða 0 krónur. Framkvæmdasjóður Akureyrar rekstrarniðurstaða neikvæð 28.996.000 króna. Norðurorka HF rekstrarniðurstaða 494.950.000 króna. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar rekstrarniðurstaða neikvæð 6.589.000 króna. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar rekstrarniðurstaða 484.000 króna.
Gjafasjóður Hlíðar og Skjaldarvíkur, rekstrarniðurstaða neikvæð 770.000 króna. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 26.271.000. Heilsugæslustöðin á Akureyri, rekstrarniðurstaða neikvæð upp á 175.000 króna. Áætlanir þessara B-hlutastofnana eru bornar upp í einu lagi og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessar áætlanir að gefa merki. Það eru 9 á móti. 2 sitja hjá. Þá er það næst samstæðureikningur Akureyrarbæjar á blaðsíðu 3 í bókinni. Samstæðureikningur Akureyrarbæjar með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 26.114.000 króna og niðurstöðu efnahagsreikningi að fjárhæð 27.576.239.000 er hér lagður fram og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja hann að gefa merki. Á móti. 2 sitja hjá. Þá lítur bæjarstjórn svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreitt erindi og tillögur fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísa hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessa bókun að gefa merki. Það er 11. Og þá lýsi ég því yfir að 9. liði dagskrárinnar ásamt 12. liði fundargerð bæjarráðs frá 17. desember 2009 séu hér með afgreiddir. Nú ég vil hér að lokum áður en ég slít fundi óska bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins og fjölskyldum ykkar og íbúum Akureyrar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Ég vil þakka bæjarfulltrúum sérstaklega fyrir mjög gott samstarf á þessu ári sem hefur að mínum mati verið til heilla fyrir þennan bæ. Og ég vil fyrir hönd bæjarstjórnar flytja Kristján Þór Júlíusinni, fráfarandi bæjarfulltrúa, bestu þakkir fyrir velunni störf á kjörtímabilinu og það verður fært til bókar undir fyrsta lið sem var hans lausnarbréf frá embætti. Og þá er hér fundi Árni Helgi Halldórsson tekur til máls. Já, forseti, ég þakka góðar óskir okkur til handa, bæjarfulltrúum og íbúum bæjarins og vil þakka fyrir þeirra hönd gott samstarf við forseta árinu og óska honum og fjölskyldu hans gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Takk fyrir það. Þá er fundið slitið 18:52 og við undirritun fundargerð að loknum fundi. Takk fyrir.